Góðir Íslendingar, ég hef valið 20 þáttakendur til þess að taka þátt í stríði á götum borgarinnar. Megi besti keppandinn sigra. Gegndrepa vatnsbyssukeppni. Gegndrepa hugafóstur Herra X, en hann kýs að halda nafni sínu leyndu. 20 leikmenn munu bítast til sigurs og það 500.000 í verðlaun. Hver leikmaður alltaf með einhvern einn sem sitt skotmark. Leikmenn fá takmarkaðar upplýsingar skotmarkið og verða að beita sínum leiðum til þess að hafa upp á því. Ef leikmanni tekst að skjóta skotmarkið með vatnsbyssu eða hittir með vatnsblöðru, þá fellur skotmarkið úr leik. Þá erfir leikmaðurinn skotmark þess sem hann felldi úr keppninni. Þannig gengur keppnin þangað til að einn stendur uppi sem sigurvegari. Sigurvegarinn fær 500.000 að launum. Í síðasta þætti mistókst Waterproof að fella refsarann og Vera fór einnig fíluferð því Ron Manager sá við henni og tók hana úr umferð. Fast Bastard rennbleytti Gústa við háskólan og Ron Manager notaði tálbeitu til þess að fella Waterproof úr keppni. 13 keppendur hafa þegar verið skotnir úr gegndrepa. Það fækkar hratt í hópnum og nú standa aðeins 7 keppendur eftir á lífi. Einn þeirra frú Gríma sem sagði að næsta skotmark yrði henni auðvelt. Frú Gríma tvítug og starfar sem afgreiðslukona og dyravörður. Hún segir sjá afar vel í myrkri og ætlar til Ástralíu fyrir peningana ef hún sigrar. Ég hef mikla kímnigáfu, snögg í öllu. Ég ætla að finna mér alltaf nýja búninga þegar ég að drepa fólk. Frú Gríma telur sig einnig vera mjög góða að hlaupa, fela sig og drepa fólk. Hún fædd 18. ágúst 1986 á 200 ára afmæli Reykjavíkurborgar. Frú Gríma ætlar að gera árás á Barbie Girl. Barbie Girl 18 ára nemandi í verslunarskólanum. Hún lærði á píanó í 12 ár og segist vilja nota bleika vatnsbyssu í gegndrepa. Sérkenni hennar að vinstra brjóst hennar stærra en það hægra. Þetta pappastelpa? Já. Svona svolítið oftekur pappastelpa kannski? Nei, hvað þetta? Þarftu þá þessa 500.000? Já, elska mig. Barbie Girl segist vera ógeðslega gáfuð og hún ætlar að rústa þessari keppni. Þessa stundina myndi hún helst vilja vera stödd í matarboði hjá Victoria Beckham. Við hittum frú Grímu á bílastæði Kringlunar nálægt verslunarskólanum þar sem Barbie Girl átti að vera önnum kafin við að læra algebru. Finnur hann ekki, hún stungið af. Hún okkur sé mig ekki alveg næst þar. Njósnara frú Grímu töldu víst að Barbie Girl hefði skrópað í tíma. Ég veit það ekki, komdu bara. Heldur þú finnur hann næst þar? Hún ekki bara með mér, sko. Komdu bara. Ok, fine. Hæ. Hver hún? Vartur meginn. Maður hleypur nú ekki undan svona súpermann, sko.
Hann flýgur bara eftir manni, ekki? Þú eru oft fyrir utan húsið. Í alvörunni? Já. Ég hef aldrei tekið Ég elti hérna í gær líka. Er það ekki að grínast? Nei. Og byrju, er þetta aðstofamyndin þínu? Já. Ég ætla að vera... Vatnsbyssa mín er í bílnum þarna. Ertu fyrst út? Vatnsbyssa mín er þarna, það ekki? Já, það er Barbie Girl verður víst að biðja pappa meiri pening því ekki fær hún $500.000. Ofurhetjan frú Gríma hins vegar skrefi nær takmarkinu. 14 keppendur hafa nú yfirgefið okkur, en eftir standa 6 sterkir sem ætla allir að sigra. Eftir stutt hlé sjáum við refsarann gera tilraun til þess að fella einn litríkasta keppanda gegndrepa. Aðeins 6 keppendur eru eftir á lífi í gegndrepa, en 14 hafa verið felldir úr keppni enn sem komið er. Refsarinn sem mikill spennufíkill hefur lengi undirbúið árás og ætlar að refsa skotmarki sínu. Refsarinn 43 ára söluráðgjafi hjá byggingafyrirtæki. Refsarinn þar af leiðandi elsti keppandi gegndrepa. Hann á eiginkonu og 3 börn. Ég hef bara áhuga á því að taka þátt í svona leikjum. Ég svolítið spennufíkill. Ef hann sigrar ætlar hann að endurbæta húsið sitt fyrir auðinn. Hann trúaður og myndi sinna herskyldu á Íslandi. Refsarinn ætlar að gera árás á frú Grímu. Frú Gríma einn mest áberandi keppandinn í hópnum. Hún klæðist grímubúningum við hverja árás og tekur gegndrepa afar alvarlega. Frú Gríma felldi Barbie Girl úr keppni íklædd ofurhetjubúning. Hverju skyldi hún klæðast núna? Við hittum refsarann við Fjölbrautaskólann í Ármúla, þar sem frú Gríma var í prófi. Góðan daginn, ég refsarinn. Skotmark mitt frú Gríma. Ég aflaði upplýsingar hana á netinu og síðan með því að sitja mikið fyrir henni og nálgaðist bílnúmer hennar með því að hringja í tryggingafélög og spyrja hvort að viðkomandi væri tryggður og þannig fekk ég þetta. Ég satt mikið fyrir henni og hún mikið á hreyfingum og það ansi erfitt að ná í skotmarkið. Eini fasti punkturinn sem ég hef á skotmarkið þar sem ég staddur nú við Fjölbrautaskólann í Ármúla, þar sem hún virðist vera hér á mánudögum og ég ætla að reyna að taka hana frá þessum punkti. Bíllinn hennar hérna staddur þarna alveg lengst út á planinu sem svolítið langt í burtu. Hún hefur svolítið mikið haf til að komast í burtu og gæti séð mig frá stofunni. Þannig að ég að hugsa að fara hérna við leikskólann, hérna upp með leikskólanum, fara hérna hjá gámunum á bakvið hérna, jafnvel, og leggjast hérna fyrir aftan RAV4 bílinn og bíða eftir henni þar. Við erum komin á staðinn, nú bara hingra við. Bíllinn hennar núna akkurat beint hérna. Klukkan 8 mínútur yfir 4. Ég vonast til þess að hún verði hérna innan 15 mínútna. Hún láti mig bíða lengi eftir þessu. Þannig að nú kominn tími til að refsinni til að taka þátt í þessu. Já, það geti verið hún. Það er mikið í kringum sig.
Rýma. Hérna áður og hendi töskunni þá var ég búinn að ná þér. Náði þér undir. Rassjárinn hefur rétt fyrir sér. Drepa marga? Já, þig. Bara mig? Þetta er svimulegt sko. Já, það er þér sjálf, það er þér að þakka. Þú er búinn að vera svo dugleg. Ég er nú overaktiv í þessu og... Ég er að segja það. Svo eru aðrir að gera ekki neitt. Nei, það er ekki rétt. Ha? Vegna þess að þú ert búinn að vera svo aktív. Ég er búinn að sitja sko, ég var sólarhring utan, ég er alltaf fyrir utan heimilið þér. Ég var fyrir utan þegar þú fórst með þeim á sunnudaginn. Skilur, ég er búinn að fylgja svo vel með þér. Rauðbílnum? Ég er rauðu, já. Já. Ég er búinn að vera á 4 bílum að ná þér. 4 bílum. Já. Eltaði út allt. Svona er þetta. Já, svona er þetta. Fólk búið að vera í 2 vikur og gera ekki neitt. Svo er ég búinn að drepa 3. Auðvitað er ekki sátt. Þetta er leiknum. Hver myndi vera sátt við það? Ekki með teka þessu alvöru. Þetta er sátt. Við fáum því miður ekki að sjá frú Grímu í fleiri dullargerfum. En refsarinn er kampakátur enda einu skrefi nær verðlaunafénu. Eftir stutt hlé verðum við vitni að því hvað getur gerst þegar menn taka sér langar pásur í þjónustu herra X. Fimmtán manns hafa þegar verið felldir úr keppni og eru aðeins 5 eftir á lífi í gegndrepa. Spennan liggur í loftinu og sumir keppenda halda sig inni svo sólarhringum skiptir til þess að forðast árásir. Keppendur gegndrepa spila eftir reglum herra X. Hann hélt þó einum viðauka leyndum frá keppendum. Herra X talaði þó nærri því af sér í viðtali fyrir keppnina. Þú veist hvað gerist ef þú tekur langa pásur í minni þjónustu? Það myndi ég aldrei gera, herra X. Reglan er sú að sá síðasti til að gera árás verður tekinn af lífi af útsendurum X. Þannig losar herra X sig við veikasta hlekking. Einn maður hefur ekki látið heyra í sér í langan tíma og aldrei gert tilraun til árásar. Þegar refsarinn skaut frú Grímu úr keppninni var vírusinn sá síðasti í hópnum sem hafði ekki látið til skarar skríða. Vírusinn er 24 ára og rekur netverslun. Vírusinn ber titilinn Herra Ísland 2005. Hann hefur brennandi áhuga á íþróttum og öllu sem þeim tengist. Ég svolítið Jack Bauer í mér. Ég hef lært mikið á honum. Líka uppáhaldslagið mitt í augnablikinu hérna með Bubba. Þau munu öll deyja. Herra X ætlar að láta útsendara sína gegndrepa vírusinn. Vírusinn var sóttur af lífverði herra X á bílastæði við Holtagarða. Stoppa hana. Og taka þér bókan.
Herra X þakka þér fyrir þátttökuna á leiknum. Þú ert hér með drefin. Skilnaði það fyrir. En ekki verið tekinn umfyrir einu leikmanni, þannig ég sáttu við það. Þið þurftu að taka hann út. Þið þurftu að lokka mig hingað, taka hann út. Þannig að ég ekki ósáttur. Hversu mikið gefa allan peningin til líknamáli, ég búinn að ákveða það. Einhver skilabóð sem þú ert komið á framfæri til Herra X? Ég ættu skít. Vírusinn var gegndrepa eftir aftöku útsendara Herra X og vandaði honum ekki kveðjurnar. Eftir stutt hlé fáum við að sjá prins undirheimanna Ron Manager gera sína 4. árás. Það eru einungis 4 keppendur enn á lífi í gegndrepa og má segja þeir sem eftir séu hafi augun á markinu. Ron Manager er engin undantekning og hann sóaði engum tíma heldur vatt sér strax í næstu árás. Ron Manager er 25 ára verkstjóri hjá Kópsson bílaþrifum. Hann er úr Árbænum og segist vera fínn gaur. Ef ég kemst inn í leikinn þá ætla ég að koma með yfirlýsing á bloggsíðuna að ég sé að fara að skipta um vinnu og jafnvel hættum kærustunni. Ron Manager segir sjálfan sig skara fram úr í mannlegum samskiptum og telur sig vera gott sjónvarpsefni. Hann er með margvíslegar áætlanir hvernig hann ætlar að fela slóð sína. Ron Manager ætlar að gera árás á refsarann. Refsarinn er elsti keppandinn í gegndrepa. Hann lét lítið fyrir sér fara áður en hann gerði sína 1. árás en þá felldi hann ofurhetjuna frú Grímu úr keppni. Refsarinn tekur gegndrepa afar alvarlega og hefur lagt mikið á sig til að fara huldu höfði. Við hittum Ron Manager við Holtsgötuna í Hafnarfirðinu, þar sem hann ásamt Agent Brjósklos leituðu að bæli refsarans. Sammi hljóp sem sett fram fyrir hús að gá hvort húsið kemur til greina að þessum 2 sem vistaverur refsarans. Meðan sitjum við spakir hérna í rökkurinn og kælum lilla fingur. Ron Manager var ekki lengi að gleyma samviskubitinu sem nagaði hann eftir innbrotið hjá Waterproof. Ég sá eftir og sagði satt. En nú fæ ég bara eitthvað nýtt að sjá eftir. Þeir ræddu möguleikan á því að komast inn kjallaraglugga, en Agent Brjósklos komst að því að það var ekki hægt. Hann fer ekkert að koma út hérna. En Sammi, en planið sem við vorum með,
að ringi hann og segja að við erum fyrir utan. Við úr með krakka. Við erum á leiðinni inn. Já, og láta krakkana vita. Það eru tveir Boogie Boys að koma á svæðið. Boogie Boys er gay eða töff. Það liggur við að maður skíti í sig til að líka sig svolítið. Sammi var að stinga upp á því og það vill ekki ræða krakka með að reiðjast inn. Að næstir hann kemur út og allar hann að grípa hann. Það er miklu skárra. Förum bara að tökka sömu típu og niður á Leifsgötu, böngum upp á, löpum í gætina. Við erum bara vínalegir og ræðum ekki krakkana. Við erum bara, halló, ég er í Ólafsveitni með eitthvað framskilur. Og hérna, við erum bara að ganga hana fram. Samt allar að rölda hérna upp göttuna sem gæinn býr og sjá hvort að sjá hvað nýbúana fram eru klukkana sem út á göttu. Út af jöfnumleikinu erum við eiginlega bara nokkuð klúlega sko. Það er svona að blunda svolítið í manni atviki frá því að maður fór seinast og gekk yfir strikið og fór inn í íbúðinni á fólkinu. En einhvern veginn sé ég það sem eina kostin í stöðinu aftur núna. Og hérna, það er spurning að krakka og þessu sko. En sjá hvað setur ég veit ekki hvað er rosa. Agent Brjósklos gægðist á gluggana og sá að kona refsarans var ein að horfa á sjónvarpið og sonur hans var á neðri hæðinni við tölvuna. Hann dróð þá ályktun að refsarinn gæti ekki verið heima nema hann lægi á gólfinu. Allt í einu hringdi síminn hjá konu refsarans og hún stóð upp og leit út gluggann. Agent Brjósklos reiknaði út að samkvæmt þessu væri refsarinn á leiðinni heim. 10 mínútum síðar dróð til tíðinda. Það fór svo vel á bakið! Þetta náðst á myndið það ekki? Það fór allt á bakið á hann. Og ég fylgði mig áfram. Þetta er nú bara svindl. Ef hann ætlar að reyna að koma undan þessu. Það fór svo vel á bakið, ég horfði á buruna. Ég er ekki með neitt í höndunum núna, en ég sá það á bakið á þér. Það er blautur á bakinu. Þið getið að reyna að þurrka. Það er sko því ekkert að reyna að svindla svona, sko. Fór heil buna á bakið á þér. Djöfusins svindlari maður. Kort og sýndu að ég er ekki með neitt á mér. Ég er ekki með neitt hérna. Sér byssunum mínu þarna. Sér út gluggann þarna. Hún liggur á ruslskistunni. Hún liggur á ruslskistunni, byssan. Þú sér það. Fá skoða á bakið á þér. En ég er með samt með vara hérna. Löngu komið á þér. Þetta? Já. Var hann undan mér? Já, langt undan þér. Er það? Jep. Nei, Ég horfði samt koma á bakið á þér áðan. Nei, já, ég er ekki með neitt, sko. Já, ég horfði því buna, bara að vera allavega upp tröppuna og beint á bakið. Til dæmis það hérna. Þetta er svolítið dörsti. Þú sást það sjálfur þegar ég kom inn út. Ég var þurr á bakinu. Ég sá þig ekki núr grúðuna hérna að vera alveg hérna eitthvað. Nei, ég var aðtók að þið væri blautur. Ekkert annað. Ég hef ekkert að fela, sko. En það kom ég strax út þegar þú gafst um það. Það var bara að sjá þetta. Það bara gæti ég að sjá það. Núna ertu döður. Hvað er að gera? Ég er bara ekkert í leiknum, kallið minn. En byrju, en þú mátt ekki sprauta á mig það? Ég má alveg verið að hvaða vitleysingur sem er að sprauta fólk út allt. Hæ? Jep. Ekkert sem bannar mér að sprauta fólk út á götu. Nei, það getur ekki verið. Ég fór með tálbeitu, þú hélst það á honum. Já, en þú mátt nota tálbeitu en ekki til þess að sprauta á mig. Samningur stendur mátt nota hvaða undirverktæk sem þú vilt. Já, en ekki til þess að sprauta manni nú. Þess vegna get ekki gilt sem ég drafni, hann drafni núna. Já, en þú drafst mig. Þess vegna kom ég út á fölskum forsendum. Já. Ég er ekki sáttur, ég er alls ekki sáttur við það. Alls ekki sáttur. Hann náði það hvað sem er í fyrst og ég náði það líka frá hljóstinn. Það er, ég var þurr á bakinu. Ég kom strax út og hann bað mig um það. Af því hann sagðist ekki vera með byssu. Svo sprautaði hann aftur á mig hérna. Ég sprautaði hann. Svo kemur þú og sprautar á mig hérna. Og þá ert þú í leiknum en ekki hann. Þetta er náttúrulega bara fíflaskapur. Þetta er líka fyrsta skipt sem maður heyrir einhvern raunverulega. Já, ég meina bara gera þetta rétt.
Þetta er rétt. Þetta er ekkert rétt. Það stendur skýrt í reglum, máttu ráða þær undirverktaka. Já, en ekki nota hann til þess að skjóta. Hann skauti, þú ert ekki úr leik fyrir Hann mér má skauti. aðstoða þig við að koma mér út og finna mig og gera... Hann má aðstoða að koma þér út, hann kom þér út og ég náði þér úr leik. Ég náði þér út svona. Já, ok. Ég mótmæli þessu. Ég vil að herra X, skeri úr þetta. Ég er ekki sáttur við þetta. Þá kannski líka þakka fyrir að gera þetta svona en ekki eins og þú sér hinn að þetta. Þú ert eitthvað stór gaddmaður. Ég? Já. Ert þú í leiknum eða hann eða? Ég? Já. Nei, ég er ekkert í leiknum. Nei, akkur lokaði þá bara ekki munni. Þetta er á milli okkar hérna. Já, akkur varst þú að byrja að rífast við mig? Af því að þú ert alltaf að gjamma, skilur við. Þetta er bara á milli okkar og reglurnar. Vart þú bara fyrir utan þetta? Slegið bara fyrir utan? Já. Vá, þetta er ekki eitt mál. Herra, vá, þetta er svo mikið tapsafn. Drífum okkur bara í burtu. Ég ætla ekki að standa í rifrildi við fertugan kall með vassbus í fanginu inn út á götu. Nei, af því að Þú ert úr leik, kallinn minn, og bara... Ég er ekki viss um það. Ef ég er úr leik, þá er það fínt. En það er bara ekki mitt ákveða og ekki þitt. Þú sagðir það skýrt sjálfur, má ráður undirverktaka, náður út, hann náður út og ég draf þig. Já, en hann var búinn að drepa mig á undan. Nei, ég er ekki með í leiknum. Ég náði bara út. Nei, ok, þá er ég að miskilja þetta. Ég er bara eitthvað vitleysingur út úr bæ þess vegna, skilur. Nei, þá er ég bara að miskilja þetta, skilur. Ok, ég meina það er herra X að ákveða það. Já. Þú sér að ég get bara átt ekki að sprauta á hvaða vitleysi sem gengur á götunni. Já. Þið náðu skotinu að vera gæinn hljóp inn fyrst ekki. Ég skaut úr hann sko með stórbyssunni, ég náði hann pott hér sko. Ég skaut þrísvara eftir þér. Ég veit það. Ég skaut þrísvara eftir þér með stóri byssu með að varst að hlaupa inn. Ég fór inn og ég aðtúaði, hann kallaði á mig aftur og þá labbaði ég beint út. Ég var ekkert blöytur. Ég var búinn að liggja henni í svona hálfa mínútu fyrir þér. Ég var ekkert blöytur á bakkinu. Ég var að spila konuna minna þessu. Sturlu okkur burtu, ég lenni ekki samtíðis. Já. Farðu bara að þvo bíla eða eitthvað. Ok. Þú ert örugglega maðurinn sem er á þvottastöðinni. Passar. Já. Ég veit allt um því sko. Þetta þekst hann svona fúll út og ég er að vinna halva milljón að þér eða? Já, sjálfsögðu. En þú ert nú ekki búinn að vinna hana. Ó, djöfull. Refsarinn fór ósáttur í rúmið, en keppnin heldur áfram. Þannig eru aðeins 3 keppendur eftir á lífi og er aðeins tímaspursmál hvenær herra X afhendir sigurvegarunum 500.000 að launum. Í næsta þætti af Gegndrepa fáum við að sjá hver lagði mest á sig, hver skaut flesta og hver stóð uppi sem sigurvegari. Góðir Íslendingar, takk fyrir að horfa. Stríðið heldur áfram í næstu viku.